Uppdog, ég að trufla? Það var ekki alveg weed, það var alveg spætsýru. Sjáðu þið hópinn? Þannig að þetta sem er framan á honum, þetta ekki fucking rotnandi hræður á rottu, hann var svona skeggi. Ég er bara komið að framfæri að ég og Katrín, við erum ekki vinir. En ég sagði hana í strætó, hún sýndi alveg heilsa henni, en ég fæ bara þannig væp frá henni að ég er alltaf múin til að hætta baka. En já, ég verði til að fá svör í næstu ræðu. En nú er þið að kenna Liðkvennaskólans með gríðarlegu stolti. Frumælandi okkar, hinn einsamma, dóttir Jalen á Ingigerður Bjarndís Ágústsdóttir. Meðmælandi okkar, oftar en ekki bara kallaði kubburinn, Kolbeinn Sveinsson! Síðan en síst, stuðningsmaður, rappari, pabbi, Dagur Jakobsson. Sjálfur heiti ég Daniel motherfucking Jóhannes Óskarsson og er liðstjóri. Góða kvöldið, góða gestir. Eins og þið sjáið þá drukkum við svolítið mikið Mountain Dew í þessari viku. Lið Menntaskólans við Hamarlið, Skipan, Frumælandi, Þuríður Birna Björnsdóttir sem drakk 5 flöskur í vikunni. Meðmælandi okkar er Hákon Örn og hann drakk 6 flöskur. Stuðningsmaður okkar er Tryggvi Björnsson sem drakk því miður bara 1 flösku. Sjálf er ég liðstjóri og heiti Katrín Sigurður og ég á metið með 11 flöskum. Fundarstjóri, dómarar, andmælendur og góðir gestir. Mannskepnan er flókin tilfinningavera. Við sem félagsverur þörfumst ástar, umhyggju og samþykkis annarra í umhverfi okkar. Við erum líka dýr og þurfum næringu og ást. Við höfum hvöt til að fjölga okkur, búa til hreiður og vernda það sem er okkar. Litróf mannlegra tilfinninga er fjölskrúðugt, en allar mannlegar tilfinningar hafa sinn tilgang. Í frumskógum fortíðar þurftum að temja okkur ýmsa eiginleika til að komast af. Þessir eiginleikar eru ennþá dag í dag hluti af eðlisávísun okkar. Það er síðan mikilvægt að ná valdi á tilfinningum okkar og finna jafnvægi milli okkar dýrslegu hvata og siðferðislegra viðmiða samfélagsins. Allar tilfinningar eru gagnlegar svo lengi sem við bregðumst rétt við þeim. Hvað finnst ykkur til dæmis sorg? Erum við á móti sorg? Við viljum auðvitað ekki að neitt sé helfingin af henni, en er hún ekki bráðnauðsynlegur og órjúfanlegur hluti af því sem við erum? Án hennar væri samfélag mannanna bara eitthvað allt annað en það er. Útför Ingigerðar Bjarndísar Ágústsdóttur fer fram í Laugardalshöll. Stuðmenn halda upp í fjörinu og labbiferð með gamanmál. Slíkt samfélag væri kannski alveg athyglisvert, en ef við tökum þessa pælingu örlítið lengra, þá sést að hún gengur hreinlega ekki upp. Ef við tökum burt sorgina,
Af hverju væri það að drepa einhvern? Það enginn sorgmætur. Þarna komum við að lykilatriði þessarar umræðu. Mannlegar tilfinningar eru órjúfanlega tengdar hvorri annarri. Ef enginn sorgmætur yfir morði, getur einhver orðið reiður? Nei. Afbrýðisemi umræðuefni kvöldsins. Þetta tilfinning sem við höfum öll fundið fyrir. Hún getur verið óþægileg og stundum getur hún hlaupið með okkur í gönur. En hún jafn mikill hluti af sjálfsbjargarviðleitni okkar og hugrekki, samúð, ástríða og kærleikur. Afbrýðisemi rétt eins og allar aðrar tilfinningar sprettur af hugsunum okkar. Hugsanirnar og hugsanamynstur mótast helst af uppvexti og reynslu. Við getum tekið meðvitaða ákvörðun að bregðast við afbrýðisemi með hjálplegum hætti og þannig náð árangri og aukinni sátt við okkur sjálf og okkar nánustu. Lítum á afbrýðisemina sem tækifæri til að þroskast, því það nákvæmlega það sem hún er. Galdurinn að læra að þekkja tilfinningar okkar, kryfja hvaðan þeir koma og bregðast rétt við þeim hvert skipti. Í afbrýðisemi felst vissulega ákveðin tortryggni, en hún þarf ekkert að vera slæm. Það væri vissulega gaman að búa í útópíu þar sem öllum væri treystandi, en á meðan við búum á plánetunni jörð árið 2015 getur tortryggni verið lífsnauðsynleg. Sumum einfaldlega ekki treystandi. Fólk lýgur, stelur og svík. Það ekkert að því að vera varkár í samskiptum við annað fólk. Afbrýðisemi getur líka blandast við óöryggi, reiði, vænisýki og fordóma og haft neikvæðar afleiðingar. En ef MH-ingar ætla bara að koma með dæmisögur leiðilegt og vont afbrýðisamt fólk, þá eiga þau ekki séns í þessa keppni. Þau verða að gera betur. Að einstaklingur sem myrðir einhvern í afbrýðisbrjálæði ekki morðingur af afbrýðisemi. Morðið ákvörðun sturlaðs einstaklings byggt á túlkunars og aðstæðum sem hann ræður ekki við. Við skulum ekki heldur rugla saman afbrýðisemi og öfund. Afbrýðisemi á einungis við tilfinningaleg samskipti manneskju. Hún á ekki við öfund vegna félagslegra stöðu eða veraldlegra gæða. Á sama tíma erum við ekki að segja að öfund sé til að slæminga fyrir sig. Hún getur nýst sem drifkraftur sem hún beislir það jákvæðan hátt. Jæja, tökum nú smá pásu. Afbrýðisemi grein á tré kærleiksins. Laufblöð hennar gjarnan lituð af óöryggi og ótta, en það kærleikurinn sem við óttumst að glata. Það það sem skapar óöryggi. Þó við myndum höggva þessa grein af trénu, þá yx hún bara aftur. Til að losna alveg við hana þurftum við að höggva niður allt tréð. Það ekki raunhæft að losa okkur alveg við afbrýðisemi, því hún óhjákvæmilegur fylgifiskur kærleikans og óaðskiljanlegur hluti af mannum. Til þess að vera í stöðugri afneitun það hvernig við erum, frekar en að átta okkur á því og reyna að vinna sem best úr. Við verðum stundum afbrýðisemi og stundum eigum við líka alveg rétt á því. Okkur misheyrist líka, en það þýðir ekki að við séum á móti því að við séum við heyrð. Góðir gestir, finnst ykkur ekki gaman hvað við getum upplifað mikið af tilfinningum og borðið texta þær með orðum? Ég veit að það ekki allar tilfinningar alltaf þægilegar, en þær eru allar nauðsynlegar og ef þær væri ekki til staðar, þá værum við ekki við. Fundarstjóri, dómarar, andmælendur og góðir gestir. Langar ykkur að vera afbrýðisöm? Líður ykkur vel þegar þið eru afbrýðisöm? Ég veit að þegar ég verð afbrýðisöm, þá líður mér illa. Ég verð óörugg, ég fyllist sjálfstraust með lækkar og ég fyllist af biturð og beiskju og óhamingja kraumar í hjartanu. Af hverju var hún valin en ekki ég? Ég miklu hæfari í þetta starf en hún. Hún á ekkert skilið að vera að gera þetta. Hvað svo sérstakt við hann? Hún á ekkert að vera að gera þetta. Af hverju hún að vera? Þetta sýnir hvað afbrýðisemi ömurleg tilfinning. Tilfinning sem splundrar samböndum og brýtur fólk niður. Flestir ef ekki allir hérna inni hafa orðið afbrýðisamir. Þið vitið alveg að þetta ömurleg tilfinning og þið viljið helst ekki þurfa að upplifa það. Ég veit að meira þess að lið kvennaskóla skýtur að vita það. Og þessi ræðukeppni aldrei að fara að breyta því að þessi tilfinningakokteill afbrýðisemi, vanlíðan, óöryggi, biturð
hamingja, vantraust og tortryggni er neikvæður og ömurlegur. Það er ekkert jákvætt við það að vera afbrýðisamur. Það er nefnilega þannig að afbrýðisemi grundvallast á óöryggi og vantrausti. Hún grundvallast á vanlíðan og tortryggni í garð einhvers annars. Þegar þú ert afbrýðisamur út í einhvern, er það ekki byggt á gleði. Þú hugsar að þú ætti að góða frekar skilið en annar aðili. Þú ert mjög bitur og eftir nokkuð tíma byrjar þú að efast allt það sem þú gerir vegna þess að þú ert stöðugt að líkja árangri þínu sem á stöðu við hinn aðilann. Afbrýðisemi felur alltaf í sér óhamingju. Út af það gengur hugtakið sem við notum yfir þessa tilfinningu. Án þeirra neikvæðu tilfinninga sem fylgja alltaf með afbrýðiseminni er nefnilega ekki hægt að tala lengur afbrýðisemi, einungis löngun, þrá eða vilja. Þar af leiðandi getur maður ekki verið afbrýðisamur og hamingjusamur á sama tíma. Rétt eins og þú ert ekki dapur og glaður, svangur og sáttur. Afbrýðisemi útilokar hamingju. Þess vegna spyr ég ykkur enn og aftur, elsku litlu lömbin mín, langar ykkur í alvöru að vera afbrýðisum? Ekki mig. Mér langar að vera sátt við mig. Mér langar að samgleðast vini mínum þegar þeim gengur vel. Mér langar að hrósa þeim, elska og treysta þeim og gleðjast með þeim. Því þannig verður maður alltaf hamingjusamari með því að temja sér jákvætt hugarfar. Góðu gestir, er ekki réttara að berjast gegn mótlæti með jákvæði og gleði fremur en að leyfa óhamingjunni að taka yfir? Er ekki betra að vera hamingjusamur en óhamingjusamur? Hverju áorkar maður með því að vera afbrýðisamur? Í hvað tilfelli gæti mögulega verið betra að vera afbrýðisamur og leyfa öfundinni að læsa klónum í hjarta sínu? Nei, í alvöru kvenna, í hvaða fokking tilfelli? Ég ger mig hér með það greiða að gefa ykkur 5 ræður til að svara því í hvað tilfelli er betra að vera afbrýðisum heldur en að fara jákvæðri leið og til dæmis samgleðast og nýta sér vin eða vinkonu sem innblástur til að gera betur sjálf. Fundarstjóri, dómarar, andmælendur og góðir gestir. Það er grunnstólpi í þroskaferli einstaklings í samfélagi að gera sér grein fyrir eigin tilfinningu. Það er dálítið erfitt. Og nú ætlum ég ekki að predika yfir ykkur og lýsa mig hér sem einhvern siðferðispostula, heldur ætlum ég að koma sjónarmiði föður míns á framfæri. Hann er mun vitrari, reyndari og betri maður heldur en ég. Hann sagði alltaf að maðurinn væri tilfinningaverðar. Að við tölum saman og deilum tilfinningum okkar hvort við öðrum. Það er í eðli mannsins að samsvara sig öðrum einstaklingum. Við komumst ekki á þann stað sem við erum á í dag með því að hunsa tilfinningar okkar og annarra. Það eru alveg jafn mikið hluti af mannlegri tjáningu og raddböndin sjálf. Afbrýðisemi er einfaldlega tilfinning. Við höfum það hérna. Hún lætur okkur vita þegar við gætum mist eitthvað sem okkur kærkomið. Stress virkar á svipaðan hátt. Þegar þú mætir áskorun, þá verður stressaður. Þá fer hjartað af stað og mannslíkaminn býr sig undir komandi áskorun. Stressi lætur okkur vinna fyrir hlutunum. Lætur okkur læra fyrir lokapróf. Fær mig til undirbúin fyrir ræðukeppni og passar upp á að ég verði ekstra snyrtilegur fyrir stefnumóti mitt á eftir. En samt höfum við öll stress. Já, jafnvel þó okkur geðgist ekki að öllum okkar tilfinningum, þá eru það allar jafn nauðsynlegar. Þetta snýst nefnilega allt að bregðast rétt við. Afbrýðisemi er ekki slæm tilfinning. Hún hefur þar afleiðingar að þú hugsið þinn gang og áttið þig á aðstæðunum. Hins vegar er fólk mismunandi og bregst mismunandi við aðstæðum og tilfinningum. Sæmilega skynsamt fólk tekst á við tilfinningar sínar og lærir af þeim. Og þó svo að emmængum líki eflaust ekkert og vel og kvenskeilinga, þá þýðir það ekki að þeir myndu bara brenna matsanum okkar og setja eitur út í allt spræðið okkar. Í stað þess þá höldum við ræðukeppnir og íþróttaviðburði saman. Já, og þó það er pyrra mig töluvert að Þuríður kom ekki upp í pontu og segði sitt, þá ætla ég ekkert að grýta köttin hennar að drekka allt vatnið hennar. Já, Þuríður talaði að vera slæmt á öfund einstaklingans veraldlegum gæðum. Það má vel vera, en það kallast öfundsýki en ekki afbrýðisemi. Það er grundvallarmunur á þessum hugtökum. Afbrýðisemi á við tilfinningaleg samskipti
samskipti milli mannvera, en á meðan öfund talar félagslegu vera fyrir gæði. Þetta ekki það sama. Þurfum við að staglast á þessi allt kvöld eða ætla að fara að tala umræðefnið. Engar, þá Steinunn Jónsdóttir, öfundið Þuríður af stöðu hennar, öfundsýki, ekki afbrýðisemi. Þuríður á móti afbrýðisemi því hún veldur vanlíðan. Þú getur ekki farið í gegnum lífið án þess að upplifa stundum vanlíðan. Stundum hún nauðsynleg. Lífið getur verið erfitt og þá þarf að styrk til að takast á við það. Það ekkert yin án yang. Afbrýðisemi getur vissulega verið óþægileg tilfinning, en ef við bregðumst rétt við henni, þá getur hann lýst ýmiss konar samskipta örðuleika sem getur annars blossað upp á annan hátt eða með mun verri afleiðingu. Þuríður bendlaði afbrýðisemi við óöryggi. Reynum að útskýra. Óöryggi tilfinning. Afbrýðisemi tilfinning. Þeir eru tengdar hvor annarri en alls ekki sama tilfinning. Ef þú ert mjög óöruggur, þá ertu líklegur til þess að bregðast verð við afbrýðisemi eða upplifa hana í aðstæðum þar sem hún á ekki endilega við. Það gerir afbrýðisemi ekki slæma. Þuríður sagði að afbrýðisemi skemmir sambönd. Afbrýðisemi ein og sér getur ekki skemmt neitt. Það þarf alltaf meira til. Ef par getur ekki leyst úr þeim tilfinningum sem blossa upp í sambandi, þeirra á meðal afbrýðisemi, þá er sambandi ekki heilbrigt hvort sem og þá er líklega best fyrir öllum að ljúki. Góðu gestir, það þykir ekki töff að tala tilfinningar í dag. Það má ekkert vera væminn viðkvæmur eða óöruggur. En faðir minn kenndi mér að sýna tilfinningar mínar. Að þetta vera leiðbeinandi minn, ekki leiðtogi sem skipar mér fyrir. Ef við hlustum á einsægum okkar og mætum tilfinningum okkar með heilbrigðum skammti af rökhugsun og skynsemi, okkur allir vegir færir. Fundarstjóri, góði gestir. Þegar ég var í öðrum bekk þá átti ég vin. Ég átti minn besta vin. Eftir skóla á næstum hverjum einasta degi fórum við heim til hans, fengum okkur ristabrauð með smjöri og spiliðum Pokémon. Hann átti Charizard, ég átti Blastoise og vorum alltaf eitthvað að batla og treyta. Við eigum endalaust af góðum minningum saman. En síðan fékk hann Robodog í afmælisgjöf. Robodog. Oh my god, þið trúið ekki hvað þessi hundur gat gert. Þegar maður klappaði hann, þá lyfti hann hugunu upp og gaf frá sér eitt af þægilegasta hljóð sem ég hef nokkurn tíma Ja, þetta var alveg geðveikt krútleg. En það eina sem ég gat hugsað var af hverju gat ég ekki fengið þann dópatund sem ég get klappað og kúðað með? Kvöldin þá lá ég heima í algjörri eymd og óskaði þess að ég væri með hennan róbóthund hjá mér. Ég ætlaði að skýra hann Snata 2000 og fara með henni gönguferðir með Fossvogsferðir. Ég skildi bara ekki á hverju vinur minn fekk að eiga svona hund en ekki ég. Og þegar ég sá það að leika sér saman, þá fylltist ég af biturð. Og biturleikinn og reiðinn gripu á endanum föstum tökum utanum mig og vinum mínum hætti alveg að langa að batla mig í Pokémon. En það að missa vin minn dugði ekki til að rífa mig úr vítarhringnum. Það gerðist ekki fyrir en mamma settist niður með mér og sagði við mig Hákon, afbrýðisemi skilar engu. Mamma sagði að afbrýðisemi myndi hamla mér inn á markmiði mínu og ef ég myndi leyfa henni að taka völdin, myndi ég aldrei geta kúrað með Snata heldur aðeins tár votum koddanum. Því þegar maður ákveður að fara í jákvæðu leiðina verður alltaf auðveldara að öðlast það sem hefði annars valdið afbrýðisemi. Hvernó, þið sögðuð að afbrýðisemi væri ekki það sama og öfund. Hvernig? Þegar ég er afbrýðisamur finn ég til öfundar. Þegar ég öfund einhvern er ég afbrýðisamur. Þið eru bara að reyna að létta byrðina af neikvæða pólunum ykkar. Hvernó, þið mælið ekki með styrknum til að takast á við afbrýðisemi. Þið mælið með afbrýðisemi. Þið eruð meðmælendur afbrýðiseminar. Það er barnalegasti titill sem ég hef heyrt. Kolbeinn og Inga töluðu að afbrýðisemi væri okkur nauðsynleg eins og allar aðrar tilfinningar. Ok, hér kemur staðreynd. Það er alltaf hægt að stoppa í smástund og skipta henni út fyrir eitthvað sem étur mann ekki að innan. Þið að mæla með afbrýðiseminni. Þegar þjónninn býður ykkur tilfinningaseðilinn myndu þið mæla með afbrýðiseminni. En því miður völduð þið ódýrasta réttinn, ég og Salurinn viljum ekki afbrýðisemi og við erum hætt með ykkur. Ingar, það er ekki rökrétt að mæla með einhverju bara því að það er eðlislegt. Siðferði mannsins kennir okkar að bæla niður árásargirni rétt eins og afbrýðisemina.
Ef hún væri alvöru svona æskileg, hvers vegna væri við stanslaust að bæla hana niður? Hvernig getið þið mælt með því sem við reynum að fela? Inga segir að afbrýðisemi sé drifkraftur. Inga, sér þú að leitast eftir því að ná markmiðið þínum, þá er afbrýðisemi versta mögulega leið sem þú getur valið. Hægt er að ná betri niðurstöðu með jákvæðari leiðum, við fyrir meira í það seinna. Fundarstjóri, börnum er kennt frá unga aldri að afbrýðisemi sé tilgangslaus og slæm. Þeim er kennt að vera ekki afbrýðisöm, heldur að samgleðast vinum sínum og vera þakklátt fyrir það sem þeir hafa. Fengu kvenskælingar ekkert uppeldi eða eru þau bara ósammála uppeldisaðferðum allra foreldra? Hugsið börnin. Þetta er bull, þetta er vitleysa. Fundarstjóri, dómarar, andmælendur og góðir gestir. Aðeins að heyra í konunni eða, þú veist, kærustinni, svona eða verðandi allavega. Hún er ekki upptekinn. Hún er án efa fallegasta stelpa sem ég augum liti. Við tökum saman strætó alla daga, eða ég veit hvaða strætó hún tekur á morgnana í skólanum. Ég legg alltaf bílnum hana rétt hjá og bíð eftir henni. Hún spurði mig einu sinni hvað strætó væri búin að fara framhjá. Ég sagði nei, svo kom strætó. Hún var sko pottþétt að horfa á Friends í gær. Eða ljósin í glugganum hennar slökk ekki fyrir svona 2 í gærkvöldi. Hún elskar sko Friends. Góði gestir, þessu ólíku pjessi hefur tekið inn á fallegu tilfinningu sem ást er út í slíkar öfgar að hún er löngu hætt að vera falleg eða gagnleg. Við erum ekki á móti ást þó að sumir brennist rátt við þeim tilfinningum sem hún kallar framhjókur. Svo þekkjum við líka þessa típu. Halló? Hæ, hver í bókkanum aðeins þig? Hvað er þetta að tala? Það er bara eitthvað frendurkvæst á Facebook kæður, einhver aðalstum afleðarsson. Já, það er vel að afleið sem er að vinna með að 10 drópum. Já, ok, hvað í bókkanum aðeins grænu kæstin mína? Hvað varst að gera á Facebookinu? Það skiptir ekki máli, svaraðu mér bara. Vandamálið í þessum dæmum er ekki tilfinningarnar sem þessi einstaklingar að finna fyrir, heldur einstaklingarnir sjálfir og hvernig þeir bregðast við þeim. Tilfinningar sem eru góðar í eðli sínu geta hæglega snúist upp í andhverfi sína ef þær verða of öfgakenndar. Tortryggni getur orðað vænisýki, samúð getur breyst í meðvirkni og virðing getur orðað dýrkun. Allir geta fengið þráhyggju og festarðið einhverja tilfinningar. Mistökin sem MH-ingar gera er að setja samasemmerki milli afbrýðisemi og einhverja sturlunar. Þetta er klassískasta rökvillan í rökvillu bókinni. Þó að allir sturlarir séu afbrýðisamir þýðir það ekki að allir afbrýðisamir séu sturlarir. Hákon sagði sögur æsku sinni af róbótökunum. Við útskýrðum munin á afbrýðisemi og öfinsýki áðan. Varstu ekki að hlusta eða skildur ekki hvað vorum að segja? Það er ekki eins og við erum búið til þessa skilgreiningu sjálf. Fóruð þið virkilega í gegnum heila undirbúningsviku fyrir ræðikeppni án þess að fletta umræðinu upp í orðabók. Öfinsýki og afbrýðisemi er bara ekki það sama. Afbrýðisemi er tortryggni gagnvart hugsanlegum keppinaut ástir eða hitleikurs samkvæmt orðabók. Öfinsýki er mun víðara hugtak. Þú getur öfundað einhvern því hann er myndalegur en þú verður ekki afbrýðisamur fyrir hann reynir við kærustuna þína. Þuríður sagði að afbrýðisemi útilokaði hamingju. Ha? Nei, þvert á móti. Afbrýðisemi grundvallast á hamingju. Þuríður talaði afbrýðisemi sem slæma tilfinningu. En hvar liggja mörkin að slæmri og góðri tilfinningu? Stress er óþægileg tilfinning en getur þó haft góðar afleiðingar ef fólk bregst rétt við. Sama gildir gleði. Þó að sumir gangi geistum gleðina til og vakna gjörgleyslu, þá gerir ekki gleði að slæmri tilfinningu. Halló? Nei, það hægt að hringja mig og þú bakkar mig aftur í strætó og þá hringi ég í lögguna. Já, fyrir ekki Góði gestir. Það er engin röð að íkja umræðefnið upp í eitthvað öfgafullt afskræma sjálfu sér. Hver sem getur gert það við hvaða umræðefni sem og allar tilfinningar geta slæmar afleiðingar ef við bregðumst ekki rétt við þeim. Hættum þessu og förum að tala af viti. Kæri hlustandi, segðu mér hvert þú stefnir. Hvað viltu gera í lífinu? Vaknar þú á morgnana og hugsar allar manneskjurnar sem þú hlakkar til að vera afbrýðisamur út í, seinna daginn.
og heldur þú svo af stað út í daginn með hnút í maganum vegna þess að þú álítur afrek annarra sem persónulega árás gegn þér. Og endar þú svo daginn á einni góðri kvöð. Gef mér styrk til að girnast allt sem aðrir eiga, vanhæfni til að hrjósa af einlægni og fávisku til að halda að það sé góð pæling. Nei, því eins og alla skynsamar mannesku leitast þú eftir því að skera afbrýðissemi úr þinni daglegu tilfinningarneyslu. Afbrýðissemi er eitur. Það er merki þroska að skilja við það, að samklæðast, að taka í hönd andstæðings þíns eftir atvinnuviðtalið og óska honum til hamingju með stöðuna. Kæru ungmenni, hamingjan í lífi ykkar fæst úr ferðalaginu en ekki áfangastaðinu. Lítið af fólk sem fyrirmyndir en ekki óvinni. Afbrýðisemin leyfir ykkur ekki að finna ykkar eigin langanir út frá ykkar eigin forsendum, heldur verða langanir og þar af leiðandi lífsferðalag ykkar að ákvarðast út frá tortryggni í garð tilvistar annarra. Afbrýðisemin einblínir svartsýn á hvað þú átt ekki og hvað þú getur mist og festir því þannig í stanslausum neikvæðum samanburði við aðra. Og þá ertu eigingjar, gráðugur og sjálfhverfur. Inga, Kolbeinn og Dagur í fyrsta lagi umræðuefni í kvöld er ekki bregðumst rétt við tilfinningum. Það er afbrýðisemi. Í öðru lagi þið komið hingað í MH á ræðukeppni og segir nei, þið eru að tala annað, sko. Nei, þetta er ekki það sama. Afbrýðisemi er það sama og öfundsýki. Við flettum því upp, það er fyrsta orðið sem stendur á snöru. Viljið þið vinsamlega hægt að nota ykkar sjálfskrifuðu skilgreiningu. Kvennó segir að maðurinn sé tilfinningavera. Já, kvennó, við erum ekki að mæla á móti því. Afbrýðisemi er samt ömurleg tilfinning, byrjuleg tortryggni gagnvart öðrum, sem allir reyna að forðast. Dagur talaði að afbrýðisemi væri góð í eðli sínu. Dagur, hvað er gott við það að vera tortrygginn, óöruggur og vansegg? Þú getur stoppað í smá stund og hugsað með þér hversu ömurlegt þetta ástand er og breytti því. Afbrýðisemi er aldrei góð. Punktur. Kolbeinn segir að afbrýðisemi sé hvati. Kolbeinn, sett þú að leitast eftir því að ná markmiðum þínum, þá er afbrýðisemi besta mögulega leið sem þú getur valið. Eftir að ná betri niðurstöðum með jákvæðari leiðum, til dæmis sjálfsskoðun og að taka sér aðra til fyrirmyndar. Með einhverjum af þessum leiðum sleppur við allar frá vanlíðan og tortryggni sem fylgir afbrýðiseminni og því líður betur fyrir vikið. Ég mæli með því að þið prófið þetta. Kolbeinn, afbrýðisemi er ekkert þau skipti sem miðar við aðra. Almenn viðmiðun þarf ekki að fylgja sér tortryggni og beiskju. Þeir þættir eru hins vegar forsenda afbrýðiseminnar. Þið mælið með afbrýðisemi. Neikvæðum samanburði. Góðir gestir, þetta snýst einfaldar spurningar og jafnvel enn einfaldari svör. Viljið þið lifa meðal annarra eða í skugga þeirra? Viljið þið geta borðið ykkur saman við aðra án öfundar og tortryggni og viljið þið geta komist að því út frá ykkur sjálfum hvað ykkur þykir mikilvægt? Veljið sem fyrst, því afbrýðisemin sér ekkert nema áfangastað annarra og gefur skít í ferðalagið ykkar. Fundarstjóri, tilfinningaflóra okkar er margbreytileg og mögnuð. Hún knýr okkur áfram og er forsenda tilvistar okkar. Innra með okkur takast á ólíkar tilfinningar, uppbyggilegar og niðurbrjóðar. Ástin og mótn. Ástin er mannsins helsti drifkraftur. Það eru ástvinir og hugmyndir ást sem færa okkur til að drífa okkur áfram og elta draum okkar og láta gott á okkur reyða. Við verjum ævinni að byggja upp sambönd og umhverfi okkar. Óttinn við það að missa eitthvað sem okkur er kært er nauðsynlegur til að komast lífs af. Hann er nauðsynlegur til að kalla fram viðbragð við aðstæður. Afbrýðisemi grundvallast alltaf á jákvæðum tilfinningum í garð annarra en er oft falin í óttanum sem felst í því að stöðu sé ógnað. Í öllum samskiptum er staða áunnið og við getum ekki lokað augunum fyrir samkynni. Reynum að ímynda okkur samfélag án afbrýðisemi. Þetta samfélag þyrfti að vera án tengsla og í rauninni án mannlegra samskipta. Það þyrfti að vera laust við ást. Ef það væri engin ást, væri engin viljastyrkur. Hvað værum við þá?
Finnst ykkur ekki ótrúlegt hvernig við getum borið kennsl á tilfinningar okkar með orðum? Að við getum skilgreint afbrýðissemi, tjáð fólkinu í kringum okkur að við séum afbrýðissöm og unnið úr henni í sameiningu. Við höfum nefnilega vald til að vinna úr henni. Þuríður, hver lítilfjörlegt væri lífið ef þú elskaðir engan það mikið að þú gætir orðið afbrýðissamur? Eða þér væri það mikið sama sjálfan þig að þér þætti þú aldrei eiga rétt á henni? MH-ingar, hættið að reyna að sannfæra salinn það að afbrýðissemi sé frá þama og öfundsýki, jafnvel þið vitið að það kjaftæði. Ef þið vildið ræða öfundsýki, þá hefðu átt að stinga upp á því þegar við vorum að semja umræðinni. Haldið ykkur við efnið. Þuríður sagði að afbrýðissemi léti manni líða illa. Sorg líka, samviskubit líka. Þetta eru samt ekkert tilfinningar sem við vildum vera á. Ef við fengjum ekki samviskubit yfir að breyta rangt og hvort öðrum, þá heitir það að vera siðblindur. Við þurfum öll á tilfinningum okkar að halda sama þótt þeirra valdistundum vanlíðan. Tryggvi sagði að milli skera burt afbrýðissemi. Við reyndum að útskýra þetta áðan. Þú getur ekki skorið burt eina tilfinningu án þess að breyta á allan hátt eðli tilfinningaflóru mannsins. Tökum söknuð sem dæmi. Hvernig getur fjarlægt söknuð úr jafnu kærleikans? Þess að besti vinurinn sem þú elskar út í eitt óendanlega þegar ég skipti hann til Kína í 4 ár. En þú saknar hans ekki neitt. Er það ekki hægt að segja að þú elskir hann ekki neitt? Tryggvi sagði að afbrýðissemi væri aldrei góð. Tryggvi, þú þarft að þekkja umræðefnið áður en þú stígur upp upp. Afbrýðissemi viðvörunarljós sem eins og að segja afbrýðissemi viðvörunarljós sem segir að nú getur við tími til að bregðast við. Þetta eins og að segja að hræðsla sé óþörf. Hún getur vissulega að lama þig, en ef þú bregst rétt við henni, þá getur hún bjargað lífið. Tryggvi gaf í skyn að afbrýðissemi væri lágkúruleg tilfinning. Ég ósammála. Mér finnst hún kúruleg. Allavega frekar hákúruleg en lágkúruleg að þú spyrir mig. En ángríns. Allar tilfinningar eiga rétt á sér og enginn þeirra í eðli sínu lágkúruleg. Hins vegar hægt að bregðast lágkúrulega við afbrýðissemi. Tryggvi talaði að við ættum að eiga fyrirmyndir í stað óvina. Ég fullkomlega sammála þér. Góðir gestir, ég elska að finna. Ég finn hvað ég elska að finna. Ég elska að ég finni hvað ég elska að finna. Ég finn... Nei, ok. Ég held í skinni, það ekki. Erum við ekki öll sammála þetta innst inni? Það þýðir ekki að vera fúll út í einhverja tilfinningu og kenna henni allt sem af. Afbrýðissemi rótgróin í hjörtum okkar og það allt í lagi. Við þurfum ekkert að óttast hana, hún vinur okkar og mér þykir vænt hana. Fundarstjóri, spegill, spegill, henn þú mér, hver á landi fegur styr. Frú mín drottning, fríð sem engill þú ert, en af þér samt þú völdfríð í fríðleika þér. Já, ok. Já, ok, þá bara... Það er bara að drepa það. Svona voru samskipti vondu drottningarinnar við spegill sinn í ævintýrinu Mjallhvíti. Drottningin sögunni frægasta dæmi allra tíma afbrýðissemi í bókmenntum. Drottningin afbrýðissöm út Mjallhvíti vegna þess að hún sér fegurð sem einhvers konar keppni. Hún leyfir afbrýðisseminni að ná stjórn á sér í stað þess að samhliða Mjallhvíti. Drottningin ger út á þennan neikvæða samanburð sem síðan verður þess að hún reynir að tortíma fegurðvísinu okkar. Betur færi að drottningin sleppti afbrýðisseminni, fullorðnaðist smá og færi eftir þroska og leiðina. Þá leiðir við betur og lífið Mjallhvítar yrði ekki ógnað. Veistu spegill, fegurð Mjallhvíta varð að mínu. Flott hjá henni, hún falleg og frábær stelpa. Ég læt talað hana ekkert á mig fara því ég fullfær að leggjast í smá sjálfskoðun og finna fegurðina í sjálfum mér. Ég fullorðin kona og Mjallhvíti stjúpdóttir mín í þokkabót. Þið veltið eflaust fyrir ykkur hvað það sem okkur finnst svona slæmt við afbrýðissemi. Það ekki það að hún gerir fólk reitt, biturt og beist. Ekki það að hún lætur fólk efast sjálf sig. Og ekki einu sinni það að hún dregur fram það versta í fólki. Nei, það var allt þetta. Það var allt það sem ég var að segja. Það sem kvenna eyðir öllum sínum ræðum í að tala tilfinningaflóru mannsins og að tala að afbrýðissemi sé einhver órjúanlegur hlekkverða og þeim forsendum mæla við með. Hins vegar einkennis málflutningur þeirra á því hvernig takast skal á við afbrýðissemina. Kvenna umræðir afbrýðissemi, tilfinningin sjálf. Ykkur hefur ekki einu sinni tekist að mæla eingöngu með tilfinningunni
sjálfri, heldur því hvað er gott að takast á það. Kvennó, það að takast á það losar okkur frá því. Hvernig mælið því með því sem þið eins og við reynið að losa okkur við? Kvennó, þið eru að reyna að afvegaleiða umræðina með því að segja að við mælum bara móti öfund. Við mælum á móti afbrýðisemi og öfund því það er einn og sami hluturinn. Skiptið þessu eins og þið viljið, en á öllu uppistaði er þetta sami hluturinn. Kvennó, þið talið að nauðsyn afbrýðiseminnar eins og annarra stóra tilfinninga. Kvennó, sorg er sorgleg en stundum er yndislegt að syrgjeppin sem þú elskar. Reiði er ergjandi en hún getur verið frábært varnartæki. Afbrýðisemi hún gefur okkur ekkert. Hvað gefur afbrýðisemi okkur? Inga sagði afbrýðisemi grundvallaðist alltaf á góðum tilfinningum. Inga sagði að hún væri hárkúrleg. Hvað ertu, Inga? Formaði keðjuna. Hvetur samnefndir þína til afbrýðisemi? Kvenskjælingar hafa talað afbrýðisemi sé okkur eðlisleg og þess vegna talaði við mig. Fundastjórið þegar ég tapa á móti tippa í FIFA langar mig að sparka gat á sjónvarpið. Það er mér eðlisleg. Það að tilfinning sé okkur eðlisleg þýðir ekki að hún sé nauðsynleg í nútíma samfélagi. Kvennó reyndi að bjarga málstað sínum fyrir hótt með því að minnast á afbrýðisemi væri eðlisleg tilfinning. Allar tilfinningar eru eðlislegar og stjórnast á boðefnum heilans. Heyrðu, klárum þetta seinna. Góði gestir, hvort viljið frekar samsama ykkur með drottningunni afbrýðisemi sem hyggst að myrða Mjallhvíti eða við Jón Jónssyni söngvara sem ber ekki vott af afbrýðisemi með sér heldur nýttan velgengni bróður sín sem innblástur fyrir sem eigin Við ættum öll að vera meira eins og Jón en minna eins og drottningin og lið fokking kvennaskólans. Fundarstjóri, allt er lífært að kynnast nýjum tilfinningum. Sumar þeirra hafa nöfn og spekingslegar útskýringar en aðrar bara eru þetta. Þær móta okkar hversdagslega líf og gera okkur aðgreinaleg frá gerðinni. Þær eins fjölbreyttar og þær eru margar en eitt er þetta á sameiginlegt. Það er að stjórna einhvern við bregðumst við þeim öllum. Engin ein tilfinning er sterkar en maðurinn sem býr yfir henni og þær eru allar nauðsynlegar til að mynda þetta magnaða liðróf. Fyrst kemur hugsun, annarkvort meðvituð eða undir meðvituð, svo kemur tilfinning. Og þá er komið að mikilvægasta punktum til að muna, að hugsa aftur áður en maður framkvæmir. Þetta er svolítið eins og að kenna krökkum á þær við upp. Fyrst að líta til hægri, svo til vinstri, svo aftur til hægri. Því að þú bregst alltaf í tilfinningum samstundis án þess að hugsa eru líkur á ofminni lenda í miklum og endurteknum árekstur við mannfólk. Þá skiptir þú að litlu máli hver tilfinningin er, því þeir sem eru þannig eru nefnilega mjög gjarnir á að sýna mikinn skapofsa. Ef mann gerðist ekki átt að sjá því að fólk sem þjáist af slíkum skapofsa er almennt ekki fært að kljást við tilfinningar sínar. Þeir sömu bregðast líka átti reiði, spennu, ótta, ást og bara öllu öðru. Líka afbrýðisemi, en það er klálega ekki við afbrýðisemi að sakast fyrir það. Afbrýðisemin er bara þarna og hún bað aldrei að vera misnotuð á þann hátt. Emma og Inga er eins og að klára á þessum. Þeir veit að sko alveg hver sögudólgurinn er og þetta er allt afbrýðisemi að kenna. Nei, það eina slæma sem hægt er að segja afbrýðisemi er að sumt fólk hefur tilhneiging til að bregðast rangt við henni. Annars er bókstaflega ekkert af afbrýðisemi. Hún hefur ekkert gert á ykkar hlut, en hér komið hvert á fætur öðrum og sakið að bera ábyrgð á öllum lífsins ósköpniði. Er það ekki betur í balinn en þetta? Já, mér er stuð. Hvenær ætla að fara að bregðast við rökum okkar að viti í staðinn fyrir að tuttast frá sömu tuggunum? Í allt kvöld er þau búin að segja að afbrýðisemi sé gerðin slæm. Blís, Emma og Ingar, afbrýðisemi er ekki það sama og viðbrögð ykkar við afbrýðisemi. Tryggvi sagði að vildu losa sig við afbrýðisemi því hún er svo slæm tilfinning. En það er það sem er svo óröggrétt við málstæðin ykkar. Það er ekki hægt að losa sig við afbrýðisemi. Það er svo að taka gula litum úr regnboganum. Hvað er þá appelsínugula? Og græna? Það þarf að blanda saman gulum með bláan til að fá græna. Tilfinningar okkar eru ekki sjálfstæðir einingar, heldur samfélag og þær litast allar á nágrunni sínum. Afbrýðisemi er ekki slæm tilfinning frekar en gulur er slæmur litur. Þetta er allt spurning að nota hvern lit fyrir sig í hæfilegu magni svo að lífið verða því fallega málverki sem við erum færum að skapa. En maður virðast vera miskilja þetta frekar gróflega. Umræðarnir er ekki afbrýðisamt fólk, heldur afbrýðisemi. Það er stór munur þar á. Eins og að það er munur á umræðarninu reiði og reitt fólk, eða umræðarninu áhyggjur og áhyggjufullt fólk.
Áhyggjur eiga oft rétt á sér, en fólk sem áhyggjufullt fær þann stimpil vegna þess að áhyggjur þeirra ekki í samhengi við aðstæður. Þuríður það afbrýðisemi illi vanlíðan. Já, sveind heldur ekki þægileg tilfinning, en ef við finnum ekki fyrir henni þá myndum við gleyma að borða og svelta til dauða. Og Hákon, hvenær betra að vera afbrýðisamur? Afbrýðisemi lætur okkur vita þegar okkur skortir öryggistilfinningu eða staðfesta á tryggð ástvinn okkar. Það getur verið að vandamálin liggi okkar megin, en það getur líka verið að þessi vera að vanrækja okkur tilfinningalega. Góðu gestir, það var yfir höfuð alveg fáránleg pæling að vera á móti tilfinningu. Tilfinningar eru það sem að gera okkur mennsk. Enga tilfinningu hægt að útskýra án þess að lýsa annarri tilfinningu í leiðinni. Þú útskýrir ekki hatur án þess að útskýra reiði. Og þú getur ekki lýst afbrýðisemi án þess að útskýra ást. En má þér það verja vonlausan málstað. Viðurkenni það og gefist upp á meðan þegar við ennþá smá snefil á sjálfsvirðingu eftir. Fundarstjóri, ímyndum okkur einstakling sem alltaf afbrýðisamur. Einstakling sem notar afbrýðisemi sem drifkraft til þess að ná árangri. Þegar besti vinur hans í öllum heiminum fær stöðuhækkun í vinnunni, hugsar hann ekki Gerð, gott hjá honum. Kannski splæs hann í bjór og bóis að púlbarnum í kvöld. Þetta hugsar hann djöfusins fíl. Hann átti ekki skilið. Hann sér lífið sem stöðu á keppni og líður ömurlega þegar einhverja aðrir en hann sjálfur standa sig vel. Hann getur einfaldlega ekki sagt sig við þá staðarind að það sé fleira í þessum heimi en hann sjálfur sem skiptir máli. Hann alltaf afbrýðisamur, alltaf eigingjarn, alltaf gráður. Hvernig getum við viljað að fólk sé svona? Hvernig getum við viljað að fólk leitist við að vera svona? Ef fólk afbrýðisamt og temur á sér eiginleika sem eru fráhrindandi, það verður sjálfhverft, neikvætt og biturt. Hvernig myndum við vilja umgangast svona fólk? Það vilja kvenskefningar. Þeir eru fylgjandi afbrýðisemi og þar af leiðandi finnst þeim ekki bara ákjósanlegt að fólk sé almennt afbrýðisamt, heldur eru þau beinlínis fylgjandi því. Þau styðja það. Þau kjósa afbrýðisamt fólk. Þau eru fylgjandi því að við samgleðumst ekki vinum okkar, heldur temjum okkur hugsunarhátt sem kennir okkur að hata í stað þess að elska. Kvennó, fyrir utan þegar Inga var andsetin og sagðist fíla að vera abbó, þá heyrist að þið viljið yfirstíga afbrýðisemina eins og allir. En hvenær ætlið þið að mæla með afbrýðisemi? En hvenær hættið þið að mæla með afbrýðisemi? Þegar það hendar ykkur, þegar keppnin lýkur og þið gefið Scooby-Doo high five og segið vá, þarna náðum þeim Scooby. Hæ, ég heiti Kvennó. Ég segi að afbrýðisemi sé okkur nauðsynleg af því að hún okkur eðlislæg og þess vegna hún góð. Ég get samt ekki nefnt eitt dæmi aðstæður þar sem afbrýðisemi nýtist manni betur en einhver annar kostur. Ég svo flippuð. Kvennó talar mikið að afbrýðisemi sé nauðsynleg. Kvennó að selja sannum þetta. Þið hafa ekki komið með nein dæmi hvenær það nauðsynlegt að vera afbrýðisamur. Þið hafa bara verið að tala að hún sé nauðsynleg. Hvernig? Kolbeinn segir að afbrýðisemi verði að fylgja ást. Hversu slæmi ástarlífi lifir þú? Byggðu sambönd með trausti, virðingu, hreinskilni, ekki tortryggni. Inga sagði að samfélag án afbrýðisemi væri laust við mannleg samskipti, viljastyrk og ást. Þetta svo langsótt pæling að mér finnst það fyndið. Nei, þetta hægt að vera fyndið, hættir að bulla. Inga talaði að afbrýðisemi sýni fram á að þú elskir maka þig. Finnst þér grútlegt þegar maka þínu líður illa? Ertu virkilega svona vond fyrir manneskunni sem þú elskar? Æ, líður illa elskar mín. Það allt í góðu, það bara heillandi. Kvennó talar bara aðra tilfinningar í samanburði við afbrýðisemi. Kvennó, engin þessara tilfinninga samanburðarhæf við afbrýðisemi því það alltaf hægt að skipta afbrýðisemi út fyrir aðra tilfinningar. Það hins vegar ekki hægt að skipta reiði eða sorg út fyrir neina aðra tilfinningu. Skiljið þið? Góðu gestir. Getið þið ímyndað ykkur hvað verður leiðilegt í eftirparti kvennaskólans ef þið bjóða bara afbrýðisömu fólki? Fólki sem beinlínis langar að líða illa og fyrirlíta aðra. Það ekki fólk sem ég myndi bjóða partí. Það fólk sem illa við.
Ég get fullyrt að afbrýðisamir einstaklingar verða alltaf illa liðnir og munu þeir halda því áfram allt þar til að Ragnarök skella á. Fundarstjóri, eftir að umræðið lá fyrir hafa MH-ingar eflaust verið borin frá til fyrstum sinn. Í fljótu bragði hljómar orðið afbrýðisemi ekki vel. Við hugsum ósálrátt atvik þar sem einstaklingar bregðast rangt við tilfinningunni og gera sjálfa sig að fífli í kjölfarið. En mig grunar að eftir á því sem áleið vikuna hafi MH-ingar smám saman áttað sig á því hversu gallaður þessi málstaður í raun og veru. Afbrýðisemi mjög sértæk tilfinning sem á við mjög afmarkaða tegund af upplifun. Upplifun sem alltaf sprottin frá ást. Ég skal segja ykkur litla dæmisögu. Eitt sinn var ég að hitta stelpu. Eitt sinn var hún farin að hitta skólafélaga sem frekar reglulega til að æfa fyrir próf. Þó ég reyndi að sýna því skilning, þá komst ég hreinlega ekki hjá því að upplifa afbrýðisemi. Það var ekki beinlínis það að ég treysti ekki kærustunni minni, heldur tilhugsunin þau tvö að læra og hlæja saman eitthvað sem olli mér óþægindum sama hvort mér líka eða betur eða verð. Svo veit ég hvað ég gerði. Ég fór að landa helvítið í klessu! Nei, auðvitað ekki. Það sem ég gerði var rosa einfalt. Sagði henni hvernig mér leið. Það var ekki svo slæmt. Hún hló, sagði mér að hafa ekki áhyggjur, hann væri ekki hennar típa og auk þess var hún bálskotin í mér. Svo knúsa á mig drast, ég fannst bara krútlegt að ég væri smá abbó. Í kjölfarið uppskorði meiri skilning gagnvart hvort öðru, því mér tókst að finna afbrýðiseminni skynsaman farveg. Allt ferðin láta MH-ingar eins og eina birtingarmynd afbrýðiseminnar sé öfinsýki, eigingirni, græðgi og fullt af einhverju öðru kjaftæði sem tengist afbrýðisemi nú. Hætti þessu! MH-ingar, ekki einræðan ykkar hefur fjallað afbrýðisemi. Afbrýðisemi, öfinsýki. Þetta eitthvað síðasta tækifæri, nýtið það. Þuríður eitti heilli ræðu í bóndu stjúpum jafnvítar sem öfundaði hana út af fegurðuna. Ef fegur skiptar hann svona miklu máli, þá getur hún bara farið í lífdaðargerð. Þetta samdæmissaga öfinsýki en ekki afbrýðisemi. Hún Þuríður talaði eins og það væri eitthvað af því að efast sig. Ha, við kæmumst ekkert áfram í ferðalagi okkar ef við efumst aldrei. Voruð ekki að segja að sjálfstofun væri frábær. Tryggvi og Hákon sögðu að afbrýðisemin væri betrir, gráðir og eigingirnir. Þetta svindl. Þú getur ekkert bara búið til karakter byggðan á fíinum, ránkjónundum, bendlas og alls konar gallavéðna og látið eins og það sé umræðefni. Afbrýðisemi afbrýðisemi, græðgi græðgi og eigingirn eigingirn. Höldum okkur við það og hættum þessu rugli. Hákon talaði afbrýðisema mannsku. Ég kom inn á það áðan. Það eru engin rök að ýkja umræðefni uppbyggjað öfgafullt afskarma sjálfu sig. Hvernig væri það að þið myndu frekar einbeitt ykkur að því að færa rök fyrir málingar í staðinn fyrir að koma með leiðinlegar og yktar dæmisögur? Hákon, varst ekki að hlusta? Við töluðum með tilfinningunni afbrýðisemi, ekki afbrýðisemi fólki. Tryggvi talaði óvinni út af afbrýðisemi. Ha? Kærasta þín óvinnu þín af því að þú finnur fyrir afbrýðisemi út af henni? Þuríður segist þér á móti afbrýðisemi því hún lét okkur líða illa. Ertu þá líka á móti söknuði? Söknuður getur látið okkur líða illa, en við viljum trúa ástina, þá verðum við að sætta okkur við að söknuður óaðskiljanlegur hluti af henni. Hákon sagði að afbrýðisemi skemmi samband. Afbrýðisemi ein og sér getur ekki skemmt neitt. Það þarf alltaf meira til. Ef par, góði gestir, afbrýðisemi grein á tré kærleikans og stendur enn tryggum stoðum þrátt fyrir mótbárur MH-inga. Við erum ekki ísköld vélmenni sem tilbyrja rökhugsun og tölfræði. Við erum breyskar manneskjur sem finna til, hrasa, lifa og læra og það það sem gefur lífinu tilgang. Hættum að streitast á móti því hvernig við erum og lærum í staðinn að lifa með því. Því að þá gengur allt bara svo miklu, miklu betur. Í ágúst fyrir á þessu ári fengum við að sjá skýrt en því miður skelfilegt dæmi afbrýðisemi. Fyrrum sjónvarpsfréttamaðurinn, Mester Lee Flanagan, betur þekktur sem Bryce Williams, réðist að fyrrum samstarfsfélögum sínum, Alison Parker og Adam Ward og myrti þau í beinni útsendingu
stuttu áður var Bryce rekin af fréttastofu. Hún féll illa í geð að Allison og Adam héldu sinni stöðu. Bryce var veikur maður, en sú afbrýðissemi sem náði á honum tökum, það hatur sem glyfti hann, myrkuðu huga hans og hvöttu hann til að fremja þetta voðaverk. Afbrýðissemi spyr ekki stöðu. Hún elur á hatri gagnvart öðrum og ef hún fær að sökkva dýpra, enda það hatur með sjálfshatri. Ástríðuglæpum, þunglyndi, þjáningu. Krakkar, þegar við talaðum fullt af ólíkum tilfinningum. Flott. Við báðum að fá dæmi nauðsyn afbrýðisseminnar og Kolbeinn talar vantraust í sambandi. Kolbeinn, að finna fyrir óöryggi í sambandi ömurlegt. Ef þú fylgir leiðbeiningum afbrýðisseminnar, ert þú að spila neikvæðnisleik. Ég veit að afbrýðissemi okkur eðlislæg, en ég veit að það barnalegt og skemmandi að leyfa henni að ná tökum, sama í hvaða nafni. Kolbeinn segir að það sé hægt að misnota afbrýðissemi. Það skiptir engum máli hvernig hún notuð. Hún í eðli sínu slæm. Við vitum öll að okkur líður illa þegar við erum afbrýðissöm. Alltaf. Dag og Kolbeinn sögðu báðir að afbrýðissemi væri alltaf uppsprottin frá ást. En strákar, þegar þú verður afbrýðissambandi einstakling sem þú elskar, getur án frá og sagði við hana, til dæmis fætti að ræða það við þá mannesku, eða þú getur leyft henni að skemma sambandi. Sama hvað hún slæm tilfinning. Við vægum mót henni og við viljum losa okkur við hana. Hvernig ætli því að segja okkur að við eigum bara sætt okkur við að vera tortryggin, óörugg og vansæl, því þetta sé svo nauðsynleg tilfinning. Þetta mesta þvæla sem ég hef heyrt. Getið virkilega ekki hugsað ykkur að skipta afbrýðissemi út fyrir eitthvað mikið meira næs, eins og aðdáun, eða einfaldlega langa í eitthvað án þess að finna fyrir gremju, til dæmis ást. Hvernig kom aftur inn á þann punkt að afbrýðissemi væri hvetjandi. Hversu oft þurfum við að enda á kalla afbrýðissemi að þangað til þið skiljið að hún allra síst og almöguleginn þegar kemur að hvata. Hversu oft hvata. Dagur, á meðan þú varst afbrýðissami þá leiðir illa. Og eins og þú viðurkennir, þá leiðir vel leið og þú losaðir við frá henni. Það því að spurja stelpuna út í aðstæðum. Hvernig mælum með því sem þú reyndir að losa þig undan? Eru ennbáðingar, finnst ykkur í lagi að kvennaskólinn ljúgi að ykkur? Liðinu sem tapar yfir kvöld bjóðast nefnilega 2 valkostir. Að fetast í kvennaskólans, full öfundar og tortryggni í garð annarra, eða að halda höfði hátt. Sleppa bitur og hatri, virða fyrir sér stöðuna af raunsæi og próf og jafnvel reyna sitt besta til að samgleðast sigur við þetta. Já, ég afsala öllum mínum réttindum sem fundastjóra til hans Stefán Snæs, 8 dómara, Hjörður. Já, góðið, takk fyrir að bjóða okkur hingað. Það er mjög góða fréttir fyrir ykkur. Ég samdi 4 brandara. En meðdómur mínir sögðu að þeir voru mjög flatir og yfir, þannig ég ákveðið að formast þá. Strákurinn í Liverpool kleður að peppa mig að flytja brandarana. Ennski fóttíkar, Herðu, það voru settar nýjar reglur núna fyrir Morfís og samþykkt að þessi keppni myndi hlýða þeim, sem þýðir að liðið sem fær fleiri stig, það lið sem fleiri dómarar dæma sigurkeppni. Svo þetta er ný 2 dómara regla. Þannig raun og veru, ef 1 dómari dæmi liðið 50 stiga sigur og hinu 2 bara 2 litla 10 stiga sigra, þá sigur það lið sem með 2 dómara. Og við erum nefnilega ekki að nota þetta reglu í kvöld og það dómarar mjög saman.
Heildastig voru 2754. Þetta er það. Og það gerist oft þegar dómarar eru sammála að stigin safnast heldur saman. Þannig að munurinn á liðunum í kvöld voru 144 stig. Já. Þá að ræðina kvöldsins sem var með fáránlega mikið af stigum. Mjög mikið af stigum. Það var með 599 stig. Og ef það er einhver glöggur í salnum, þið getur reiknað þetta fyrir mig og alla hérna í salnum. Hversu mörg prósent stig? Nei. Ok. En það er alltaf mjög mikið af stigum. Og þegar næsti ræðan var eftir honum, var nefnilega í hinu liðinu og var líka með mjög mikið af stigum. En ræðan kvöldsins, stóð sér, fekk mikið af stigum. Og mjög líklega besti ræðarinn í ár, kenndu við eina máttinn úr flösku, Tryggvi Björnsson. Sigurðarnir voru á blómblóðunum 40, 33 stig og 71 stig. Þetta er allt svona mjög sammála dómar. Sigurlið. Það er einhver eina vika síðan vel. En ég sá eins og MSMH-leikarinn inn á skrifstofum. Til þjálfara og kennara, þakka kærlega fyrir mig í kvöld. Skil dómblöðin 3 eftir hér í pontunni og rafræna dómblaðið inn í einhverju herbyggi og sigurliðið MH.